Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég hérna mættur í sjávarútvegsspjallið og með mér í kvöld eru tveir miklir kappar. Það áhugamaður sjávarútveg sem heitir Lýður Árnason og læknir og svo með okkur Lýð Sigurður Pétursson, frægur bolvíkingur. Og ég ætla nú bara að byrja að spjallið á því við þig Sigurður. Hvar ertu fæddur og uppalinn? Ég fæddur í Bolungarvík. Já. Í Verkó í Bolungarvík nánar tiltekið og ég elst upp í Meirihlíð. Já, já. Er það bara hús? Það sveitabær þarna fram að við, eða inn í... Sveitabær? Já. Það svona kílómetr frá byggðinni. Já. Ef við áttum heim í Skálavík held ég þegar ég fæddist, sko. Ég man nú lítið eftir því. Já, það jörð þarna utan við. Já, það 3 jarðir út í Skálavík, sko. Svo eru 2 voru 3 í Tungudalnum. Já, já. Þjóðólfstunga, Meirihlíð og Tröð. Tröð komið núna undir byggð. Já, já. En hvenær byrjar afskipti af sjávarútvegi? Af sjávarútvegi? Ég byrja bara, ég veit ekki hvað ég á að segja þér. Með bleiu? 14-15 ára. Já. Þá átti pabbi átti nú trillu með. Já. Svona og fór með honum. Og svo held ég að fyrsta sem að ég fór þarna með Sædís. Ég var á Sædís eitt vetur á netum. Á vertíð þá? Já. Ég var... Frá Bolungarvík? Já, frá Bolungarvík. Já, já. Já, já. Og hvar voruð þið þá með netin? Inn í Ísafjarðardjúpi? Já, mest þarna við Ritin og þar. Já. Norðan við djúpið. Já, já. Svo fer ég þarna á Guðrúnu líka. Já. Ég með Gunnar í Júl. Og þá ertu bara... Það áður þú ferði í stýrimannaskóla? Já, já, ég bara þarna að þælast á bátunum, já, þangað til ég fer suður á togara, sko. Já, já. Fer hérna til Tryggva Ófeigssonar og þar á Neptúnus og Júpiter. Já, já. Áður en ég byrja þarna nokkur áður en ég fer í skólan og fer svo í skólan á þeim. Já. En hvað tekur við eftir þú kemur úr stýrimannaskóla? Ég fer þá áfram á hérna Júpiter. Já, já. Já, erum sannlega konið yfir á Júpiter þá með Jóhanni Sveinsinni. Já, þá það bara síðutogari. Já, já, það síðutogari. Og ég fer með hann eiginlega strax í túr, afleysningar. Og varstu þá orðin fyrsti stýrimaður strax? Nei, já, ég ekki fastur. Ég var laus, eða svona leist af bara. Jú, ég veit ekki út af hverju þá þurftu báðir að fara í frí. Jóhann T. Þórðarsson var fyrsti stýrimaður. Já. Og Jóhann Sveinsson var skipstjóri. Og þeir þurftu af einhverjum ástæðum að fara báðir í frí. Þá var ég fenginn til að fara með hann. Já. Og hann leppaði mig, Valdimar, hvað var hann Guðmundsson, Valdi Vettlingur sem kallaður var. Já, já. Hann leppaði og við fengum þarna, það voru 160 tonna túr seldur í Þýskalandi. Já, já. Karfi mest. Hvar varst að veiða þá? Hvaða ár þetta? Þetta 1971 sem. 71? Já. Já, og þá, já, ég sildi með aflan. Þú hefur verið kollungur? Já, ég var ekkert mjög gammal þá, allavega yngri en núna. Ég og það var fyrsta skipti sem ég sá Tryggva Ófeigsson þegar ég kom úr þeim túr. Já. Þá kallaði hann mig inn á skrifstofu. Já. Og gaf mér vindil og brjóssykur sem hann gerði yfirleitt ef það gekk vel hjá skipstjóranum. Þá kallaði hann þá inn, annars held ég hann hafi ekkert rætt við þá. Ekkert verið að tala við þá?
Nei, þetta var það var mjög merkilegt og gaman að hitta þennan kall. Ég hafði eiginlega ekkert séð hann þó að ég væri búinn að vera þá í 2 ár á Dórunni hjá honum. Já, já. Svo var Guðmundur bróðir hans og dóttir hans held ég, voru 2 á skrifstofu þarna. Bæjarútgerðin var nú svipað kompani með 60 manns á skrifstofu. Já, já. Svo það var svona. Já, þetta var náttúrulega stór útgerð á sínum tíma, Tryggvi Ófeigsson. Já. Hann er náttúrulega með Kirkjusand. Já, já. Og hann er með Júpiter og Mars. Já. Neptunus og Úranus og Sirius. Já. Sem var nú svona hálfgjört dryggjumannaheimili eftir honum var lagt. Já, já. En hann var með þessa togara, já. Hann var með það voru 4 togara þegar ég var. Já, sem hann átti. Já. Svo lagðist þetta bara af. Svo fór ég frá Tryggva, þá fer ég vestur. Þá voru að láta smíða hérna Dagrúnina. Já, já. Og ég fer þangað sem stýrimaður. Og hún var þá gerð út á togveðar. Já, það var fransku togari. Já. Já, sem var keyptur notaður. Já, nei, hann var smíðaður í Fraklandi. Já, nýr. Hann var nýr, já. Við sóttum hann til Fraklands. Já, já. Já. Og Einar Guðfinnsson átti hann. Já. Já. Já, þeir teknir við þá, Guðfinnur og synirnir. Já. En síðan fer ég yfir, tekið Framnesið 1977 frá Þingeyri. Já. Og varstu lengi með það? Ég var með það í 3 ár. Já. Það var skemmtilegu togari, það var svona lítil flekkifjörutogari. Já, norskur. Já, virkilega skemmtilegu. Eins og Sveiti Jónsson og Dagstjarnan. Já. Og þeir þugu skip. Guðbjartur og Guðbjörg og þeir. Já, svo síðan 1980 þá fer ég og tek Má í Ólafsvík. Já. Sæki hann til Portugal. Hann er smíðar í Portugal, en er samt flekkufjör smíði. Já. Það er Vincent kannli sem að sá smíða á þessum skipum, eða sá þetta. Hann var stærri. Hann var mun stærri, já. Og Júlíus komið svipaleiti, Júlíus Geirmundsson. Nei, Jón Baldvinsson var smíðar sýstu skipans. Já, sem að Bæjarútgerðin átti. Já, hann var í smíðum þarna sama leiti, Þannig að þú hefur gengið í gegnum þessa breytingar af síðutogara yfir á skuttogara og fyllt því eftir töluverðan tíma. Já, mikil ósköp og það er náttúrulega alveg óhemju breyting. Já. Þar á. Það var nú haft eftir einum skipstjóranum þegar hann var spurður hverju væri munurinn að fara af síðutogara yfir á skuttogara, þá sagði hann að það væri veltilagið. Það væri? Veltilagið borð í togara, skuttogaranum. Já. Það hefði verið svo flott. Já, svo var náttúrulega allt annar aðbúnaður og annað í þessum skuttogurum en bara nýri skipum. Jú. Reyndar var komið svona flottur aðbúnaður þegar að gömlu togararnir voru, þá voru bátarnir orðnir með þokkalega góðan aðbúnað og fínar vistaverur og allt. Já. Mikið flottari. Já. En þú hefur tekið þátt í þessari þróun sem var. Já. Svo náttúrulega hefur tekið sé munin á veiðafærunum þegar þú byrjar á síðutogara og svo þróuninni sem verður. Jú, en reyndar verður hún ekkert svo, það verður ekkert svo mikla breyting. Var ekki hampur þegar þú byrjaði? Nei, það er komið. Nælon. Já, svo að það er ekkert svo mikil breyting í rauninni þegar að skutararnir koma með það. Nei.
endaði nú oftast í bara sömu trollunum, litlu trollunum. Já, Að það var lítill munur þó menn væri að setja undir allskyns stærri trollglóri og annað. já, En núna í dag þekkir maður ekkert hvernig þetta er nei, konu þarna. Þetta er gríðarlega breytingar og alveg þróun. óhemjuð skip sem komin er í dag. Já, já, Fór þarna upp í eitt skip á Brimundaginn. já, Þetta er alveg óhemjuð skip. já, já. Og sérstaklega náttúrulega Já, frystiskipin og sem vinnast eru að með annað í þessu. Já. Frystiskip náttúrulega vélar og eru svo tækni. afkastamikil og vinslan merkilegt hvað þeir geta, Afkastað, já, já, fryst. já, og fryst. En svo var ég með, svo tók ég eftir ef að með má, þá tók ég Arimbjörn Já, já, fyrir Magnús Gesson og hann var hérna úr Reykjavík já, já, og það var nýbúið að breyta honum í frystiskip. Vorum á frysting á honum. já, já. Tókst þú við að Birgi? Já, 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 ég man ekki hvort það var einhver í middeltíðinni, ég man það ekki. nei, En ég held að hann hafi byrjað samt á frystingunni, Birgir. Þegar hann var breytt sko, en þetta var nú orðið svona hálf dödurleg útgerð og lítið öðru og annað í þessari útgerð. já. Svona, Hvaða ár er þetta? já, nú er alltaf þessi helvítis ár, það er alltaf svolítið ruglaðar í því. Þetta er bara eftir, Það hefur verið komið kóti þá, já. Það kom einhver, þetta er sennilega, þegar þú varst með má 88. að þá var Kristján Pálsson já, Kristján Pálsson útgerðarstjóri. var Framkvæmdastjóri eða útgerðarstjóri. Já, framkvæmdastjóri, já. Já, Já. og síðan hérna ferðu á Arimbjörn Já, og varstu lengi þar? ég hef ekki verið tvö ár, sennilega 2-3 ár og síðan var hann seldur bara í hafi. Já, já, Og var bara sagt að sigla honum inn til Akureyrar og skilja nettir hérna við bryggjuna og bara frímerkja raskati á okkur og við suður. já, já, Það var nú ekkert. ekkert öðru vísi. Nei, það var reyndar löngu búið að innsegla skrifstofun og allt. Já, Já, hjá já, Magnúsi sko út af einhvern skuldum og já, já. En svo ferðu á minni báta, já. Svo fer ég á minni bátu. Sótti fyrir máminn þarna með 2 báta til Noregsu. já, sem voru smíðaðar í Voru Noregi. smíðaðir í Sortland í Noregi. Já, Við sildum þeim hérna þaðan að vetratíma. í helvítis leiðindar mótstími. Þetta voru svo leiðinlegi bátar, þetta voru svona helvítis kubbar, hundleiðinlegir að sigla og mót alla leiðina. Já, þeir hafa nú ekki þólað mikla brælur. Svo gerði brjála veður þegar við komum hérna í bugtina. Ég var að draga hann restina hinn bátinn inn, Já, var vélavanna eða hvort að gýrin fór eða hvað, ég man það ekki. já, Þetta var svona, voru veltast í kerfin, átt að fara undir þessi 6, komið þarna eitthvað rugl þarna Já. með kót og annað undir 6 tonnum eða. já, Það eru að mæla þetta undir 6 tonn. já. Mæl. Og þetta var í streði með þetta eða í baxi með Jú, þetta. þeir fengu engan kóta sko, síðan þeir heilt voru ár í eða eitthvað. málaferðlum í mörg ár. Ég Ég var- þekki ekki alveg þá sögu Nei, en hvernig ég það. var með 2 af þessum mönnum, Viktor Þórðarsson og Já. Sigur Jónsson, Já, og þeir, í Danmörku nú. já, Sigurður, kominn á tíræðisaldur, Já. og hérna, og þeir voru að segja sína sögu Jú, og hérna, hvernig þetta hefði gengið fyrir sig og þær hörmungar sem að þeir eiginlega þurftu að gangi í gegnum og eiginlega setti þá meir og minna á hausin. jú, því að, já, en já, ég er ekki alveg
sko þessi bátar voru mældir niður fyrir 6 tonn. Já, En þetta er náttúrulega langt stærra, en það var ekki það sem stóð á að mælingin, sko, því að þú getur farið með báta niður í ekki neitt með því að plasta einhverjar helvítis hillur og þil hingað og þangað. Það var ná að plasta fastar hillurnar í eldhússkápunum og þá minnkaði báturinn nokkuð tonn. Ljóta helvítis rugl. já, já. Og þeir voru stóðust mælinguna, sko. En þú rerir eitthvað á þessum bát Já, já. úr Sandgerði? Jú. Já, og líka fyrir vestan í Ólafsvík. Já, í Ólafsvík. Ólafsvík og þar, sko, þar var ég mest á stembít og bara gekk vel að fiska hann var bara verðlítill þá og svo vorum við í keilu, vorum í þeim fiski sem voru náttúrulega engi verðmætt í. Já, svona fyrir utan kóta þá. Já. Þá voru þetta ekki orðið kótabundið. Ég man sérstaklega eftir því að einn helvítis eftirlitsmaðurinn ætlaði að nappa mig yfir, hann trúði því ekki að það væri búin að fiska svona mikið og það væri engin þorskur. Já. Vildi meina að ég væri einhvað að fara fram hjá kerfinu. Og við þekktust nú, þetta var Stein Einars, það var skipstjóri á togurum. Já. Áður. Stýrimaður á Mægi í gamla daga. Og hann ég veit nú ekkert hvernig stóð á því að hann var vakandi 4 eða 5 nóttina eða hvort hann hefur bara legið fyrir mér og býðið mér á rúndinu, ég var að fara á sjóinn, sko. Og þá ætlaði hann svona að ég væri að segja sér eitthvað í kunningskap að, sko, að þetta væri ekki alveg rétt. En það var ekkert sýnar í því þannilega. Þetta var bara stembítur og keila sem við fiskuðum að mestu. Já. Það var ekkert verið að landa neitt framhjá eða neitt í því. Nei. En það gekk þetta alltaf náttúrulega á afturlöpunum út af því. Það voru einhver aurar og ekkert í þessu því að þeir máttu ekki fiska nema... Nei, eitthvað sem var fyrir utan... Nema svona tegundir sem voru gjörsamlega verðlausar þá. Fyrir utan kóta. Já, sérstaklega keilan, þetta var ekkert. Þetta gaf ekki neitt, sko. Nei. Þetta er nú... Þetta er svona þín ferill hérna svona í... Já, í stórum dráttum, já. En Lýður, þú kvikmyndagerðarmaður og þú gerðir kvikmynd kappan Sigur Pétursson þegar hann fór til Grænlands. Já, við gerðum það ég og Jóakim Hlynur Einarsson sem var það með mér í kompaní. Já. Og það var að beiðni Reynis Traustarssonar sem við fórum í þessa ferð. Hann var búinn að skrifa einhverja grein það að Sigurður Pétursson, ísmaður eins og við kölluðum hann alltaf, sko. Já. Hann hefði verið að leika sér að drepa hákalla hann á Grænlandi með berum höndum. Já. Og hann vildi endilega fá okkur hann yfir til að mynda þetta hvort það væri nú satt, sko. Já. Og við bara slóðum til og fórum þarna í þessa ferð og þær eru nú alls margar. Ég held að það hafi verið alveg 4 ferðir sem við fórum til Grænlands til þess að elta Sigurður Pétursson. Já. Og svo kom hann líka hingað til þess að svona að styrkja Íslands tenginguna betur. Já. Og úr þessum pakka þá bökuðum við köku og það var heimildamyndin Ísmanninn. Já. Og þetta var, ef við ætlaði að spila ártal, við getum bara frætt strax á því, ég held hún að vera tilbúin 2006 eða 7. Já. Það er nú ekki lengra síðan. Nei. Það eru 18-19 ár. Já, það er 18-19 ára, það finnst mann nú ekkert svo langt. Nei. Ekki raun og veru, sko. Þannig að, já, þessi mynd var svo sýnd á RÚV og þannig kynntist við bara Ísmannum býsna vel, sko. Já. Eltum hann út allar trissur og eiginlega, sko, kynntist ég sjómennskunum fyrst í gegnum Sigga, sko, því að hann var með einhvern bát, lítinn kopp sem heit Kallisteini og ég var ausari, ég var alltaf að ausa. Það lag svo mikið. Og var ekki lensitt að í bátnum? Ég veit ekkert það, en hann var alltaf að reka mig og Jóakim að ausa. Já. Og við skiptum þeirri vakt, sko, vorum svona ausarar á Kallasteina og þetta var svolítið merkilegur bátur því að við fórum nú alveg langt á hann upp með Austurströndinni. Já.
og í gegnum þarna bæði firði og þetta var eiginlega hálfur ísbrjótur. Ég man að þetta er einhverja tökur að sem að báturinn fer í gegnum alls konar klakarhöngl og stóra Bernóns borgarísjaka. Hann var nú orðinn svolítið götóttur. Hann var svolítið götóttur, já, en hann komst þetta alls saman. Hann var búinn að klessa einhverju járni á stefni, sko, þannig að hann gat eitthvað brotið af sér. En við vorum ekki hræddir þegar ég held að við höfum bara ekki fattað þetta. Við vorum bara eins og hann sjálfur óhræddir, en Reyni var hins vegar skjálfandi oft í lúkarnum. Var það ekki? Jó, hann var skítræddur, sko. Reynir Traustason. Já. En hérna, eftir hverjum hét þessi bátur? Nei, hann átti nú að vera að skýra þau upp. Ég mátti ekki hafa þetta nafn á hann. Þetta var nú bara sem við kölluðum hann. Þetta var bátur sem hét Kallistein áður, sem að Sigurður Hjartarson átti. Bolungavík, keypti hann af honum. Hann hét eftir Karveli Pálmannssyni, tengdapappans. Hérna alþingismanni. Já. Kalli Palli, nei. Nei, hann hét Karvel Pálsson. Nei. Pálmarsson, segir. Báturinn. Nei, hann hét Kallisteini. Hann var alltaf kallaður Kallisteini. Já, fyrir vestan. Karvel Pálsson. Já. Kalli Steini. Já, hann var kallaður alltaf Kallisteini. Já. En hann var kallaður það í Víkin allavega, svo veit ég nú ekki þegar hann kom hérna á þingu. Nei. En þú ert búinn að búa í mörg ára á... Já, ég er búinn að búa, ég er búinn að vera þarna búsettur í 30, það er verið 30 ár. 30 ár á Grænlandi. Já. Á austurströndinni og tiltölulega norðarlega. Já, þetta er nú sama breytt og vestururnir. Já, þetta er ekki norðar en það. Nei. Þetta er bara hérna vannmaksselgsvæðinu. Já, 67 gráður, 6-7 gráður. 66, já. 6 gráður, eitthvað svo leiðis. Já. 65-52 sem komi út. Og hvernig eru að stunda fiskveiðar þarna? Það er náttúrulega ekki stór útgerð þarna, ekki á þessu svæði, sko. Það er þarna smá frystihús hjá okkur í Kúmjút. Það er plássið. Já, Kúmjút heitir þetta pláss. Þetta er nú ekki orðið nema 200 manna pláss í dag. Þetta var 400, það hefur farið fækkandi hérna í þorpunum, sko. Og þannig frystihús sem Guðmundur í Brim á. Já, hann á það. Hann á það frystihús, sko, ásamt fleiri frystihúsum á Suðurströnd Grænlands, sko, á Suðurgrænlandi. Já. Hann á 2 þar. Þetta var áður, var þetta svona byggðastefna á Grænlandi og var dótturfélag Royal Greenlands. Sem átti allar... Í byrjun. Já, þeir stofnuðu þarna dótturfyrirtæki til þess að reka þessar verksmiðjur sem voru alltaf reknar á styrkjum. Já. Ríkistyrkjum. Já. Og hérna síðan splundraðist þetta upp að Færeyinga keypti þetta og síðan keypti Gummi þarna hluta af þessu, sko, af þessum Færeyingum. Já. Eða þessar nokkra verksmiðjur og það er frysting þarna, þetta er svona 500 tonna á ári. Sem er að frysta. Er að frysta, já. Þetta er þorskur og grálúða. Já, aðalega. Og síðan áfram vinnur hann fiskinn, hann fer til Suðurgrænlands og áfram unnin þar í sprautusöltun, held ég. Já, saltaður. Já, saltaður. En við hann er ekkert að frysta hann er bara heilfrystur þarna að norður frá og sendur svo suður. Já, og síðan lúðan í Japankött. Já, og bara hausinn og augarnir skortnir af. Og það er síðast árið, þá eru 500 tonn í verksmiðjuna. Og það er allt og sumt. Það er allt og sumt. Já, það er ekkert annað nema bara opni bátar, litli bátar sem við köllum jullur, þetta með utanborðsmótorinn. Það eru kraftmikli bátar, gangmiklir. Já.
og menn er yfirleitt bara með handfæri og línu í grálúðunni Já, og beitt borð þá eða á klöppunum. engin netaveið þarna. Nei, það er Nei, nei. engin þetta við. En væri ekki hægt að veiða grálúð í net þarna? Jú, sjálfsagt. Þeir veiða talsvert af henni á vesturströndinni með netum. Já, En þetta er nú staðbundið þarna eiginlega í einum firði sem þessi grálúð er og þetta er nú heldur. Það er eins og hún sé alls þar á undanhaldi þessi lúð að vera minkandi og smærri. já, Ég man þegar ég byrjaði þarna á línu að þá var þetta mikið svona 60-70% við 3 kíló. Nú er þetta mest bara 1-2 kíló. já, En svo þetta er mest allt inn á fjörðum. Við erum bara að veiða úr innanskerjakót eða sko innanskerjafiskir í sem kallað er. já, Þá eru frjálsa veiðar innan 3 mílna, svo er ég og fyrir utan. utan 3 mílur sko. Já, Og þetta er en fylgir ekki kóti þessum vinslum eins og Guðmundur í Brim með? Er ekki Guðmundur í Brim með einhverja veiði heimildir þarna? Jú. Já, já, Hann er með stóra veiði heimildir, hann er með togara þarna sko. já, Jú. bara einn. Já, það er einn núna eins og er. Já. Hann er með. Já. En hvað megið þið veiða? Hvað má grænlenski flotinn veiða af fiski? Það er bara innanskerjafiskir og síðan ég er ekki klára á hvernig skiptingin er EU-kótana sko og Grænland. Já, En þeir eru náttúrulega með stórt fyrirtæki sem er Royal Greenland já, og síðan líka Polar Seafood sem alltaf, Polar Seafood hefur alltaf verið rekið með hagnaði og velrekið fyrirtæki. já, Royal Greenland aftur alltaf á ríkisstyrkjum og er ríkisfyrirtæki. og eru þá Danir að styrkja við bakið á Royal Greenland? Eða er það bara... Já, það fer náttúrulega í gegnum heimastjórnina. Já, En þarna og svo er smái sveitt í gegnum ís á veturnar. Það er lögð lína í gegnum ísinn já, og þá erum við að leggja kannski bara 150-200 króka og já, þetta er eigið á hönd, ýmist á höndum með handrúlu eða þá já, er að byrja svona að fara með spil út á ísinn og þá já, eru menn með ljósavél eða bensínmótor sem þeir... sem drífur þetta upp eins og þeir eru með í jullunum. Þetta Já. er verið að draga þetta af 400 og 500 metra dýpi. Já, þetta er svo djúpt, Já, þetta er þetta svo inn á fjörðunum. En menn eru mikið með mjög mjóa línu. Þetta eru mikið 2 millimetrar og 2,5. Já, Þegar ég kom þarna fyrst, þá var mér nú sagt, þá fekk maður sögurnar þannig að ef ég færi þarna upp að veiða, þá væri svona yfirleitt 1 og 2 á krók, sko, það væri það mikið að fiski þarna. En það reyndist nú öðruvísi, sko. Ég byrjaði þarna fyrst með svona bara venjulega 6-7 millimetra línu, svo við brúkum hérna heima. já, Það gekk ekki neitt. nei. Og var náttúrulega ekki svona veiðin sem hann var sagt. Þeir hafa ekkert pröfað að vera með gitnislínu þarna. Jú, Nælon, ég gitni bara. pröfaði með lófóttilínu. Já, Já, lófóttilínu. hún er góð því að það er eitt sem hún hefur fram yfir hinn að hún er svona sterkari í hákallinu, það er svo mikill hákallana. Já, það er... Hann eyðileggur alla línuna hjá okkur Já, og hérna, það er eins og hann réð ekki við nælonlínuna. nei. Það er sennilega seti betur. Já, maður tók eftir því að maður var að veiða lúðu með svona gitnislínu. Já. Það voru reyndar 16 millimetrar eitthvað, Já. sko, 18, ég man ekki hvað það var, sverleikin, sko. Hún var það sterk og vorum að draga þetta niður á 500-600 föðmum, sko, Já, lúðina. Já, Og
þó það kæmi hákall að þá vafði hann sig inn í línuna eða línan utan sig en hann kom upp. Já, hann kemur það nú yfirleitt alltaf með hinni línu líka en Já. svona hann vefur þessu öll utan sig og nær því Já, já. mikið betur með helvítis við þessa venjulega línu Já, sko. En það er eitt sem þú ert sko sem við notum svona granna línu líka, það er mikið minna viðnámið að draga hann upp. já, Það er mikið léttar að draga svona Já. línu. Þar sem ekki eru festur, þá er já, þetta annar til lagi. borð. Já, Í þarna er alltaf Sléttur- botnin með sléttur botn. Það er framburður og mikill leir Já, já, og sennilega er það að þessi venlega lína sem við vorum með held ég að hún var of þung. Hún sökk of mikið í drulluna. já, í leirinn sko. Já, Við já. erum með langt á milli tauma, við erum með 3 metra á milli tauma og langa tauma. Já, já, Það er einfalda langa tauma, já, já. kannski 1,20. Já, bara þannig að þið næðu ekki saman. Já, það er svona, já, það er bara þannig. Það er svona tæpur faðmur krókurinn, eða sko línan í krókin. Já, já. En Manstu hvað þú varst að fiska yfir árið? það myndi enginn tala um það hér í Nei, á Íslandsmiðum þar sem menn fá, já, ég heldur legg ekki verið minni 500 kíló bala. nei, En ég var að fá einhver 60 tonn, yfir árið. já, flóðunni. Þá var ég bara einn og beitti sjálfur og, Gerðir allt sjálfur. já, og beitti bara borð í bátnum. Eða, eins og þeir gera, þeir beita mikið bara út á klöppunum og en þeir eru ekki mikið að hagræða og svona, það er tíðkast svo mikið og hafði tíðkast svo mikið þarna á þessu svæði að menn báður alltaf við alla vinnu. Já, já. Þeir, eins og Standa þeir eru aldrei að beinir í beita, baki. þá hafa þeir balan á gólfinu Já, eða á klöppinni og hinn balan við hliðina. já, sem taka krókanu upp úr. Já, og leggja þetta niður. Það er eins og þeir vinna við selskinn og svona. Já, Að þá er þetta alltaf bógrað svona, yfir hlutunum. já, og þetta gerir svo langt erfiðara og þú sérð eins og heima hjá okkur að það er svona fólk á svipuðum aldri og ég, þetta er allt komið með hækjur og ónýta lappir. Þarna á Grænlandi. Já, þarna hjá okkur, á þessu sem þetta þróa svona ég. Já. En Þeir þekki ekki að vera með beitingarstól eða Nein, svona undir balan nei. og standa Jú, upp maður réttir. var að segja, þeir eru nú byrjað kannski einhvað að lifa, ekki mikið samt, Nei, en maður var að sína þetta og lyfta þessu upp já, og hérna, svo sagði maður, er þetta ekki betra? Jú, þetta er allt í lagi. En svo næsti bali var tekin á dekkinu. já, já. Nei, en þetta er, En þegar að þið fóruð þarna fyrst til þeirra þarna líður á Grænland, hvernig leist ykkur á? Bara mjög vel, þetta er náttúrulega sko ævintýra veröld hérna rétt í handajarinu hjá okkur sko. Já, Grænland er að mínu mati eitt vanmetnasta land í heimi að heimsækja. já, þessi hluti, það er náttúrulega ekki hægt að tala Já. Grænland sem held í hérna. Nei, við vorum náttúrulega mest þarna sko þarna austanmegin þar sem að já, í þessum eyðilöndum er nokkur þorp svona og Amaksalik er þarna stærsta þorpið eða bærin. Svona það er nú 20.000 manna Já, bæri. það er alveg svona eins og Hafnarfjörður sko. Já, í núg, Nei, í Amaksalik, ætla að segja ekki 20.000 manns þar. 20.000 manns, Já, hvar er þau? í Amaksalik. Eru þau? Þetta er ekki svipað á Hafnarfjörðum, ég upplifði Þú það eru ekki þannig. dottið. Það er 2.000 manns þarna. Nú, já, Það eru 4.800 manns á allri austurströnd Grænlands. Hvað er 1-0 á milli manna svo sem? En Það er rétt. en það var allavega svona bæjarbragur yfir því, þetta er svolítið sæmilega stórt þorp Já, Já, já. og þar var sæmilega sjúkrahús og gott hótel og
En mér fannst að Maxarvík bara nokkuð svona, já, vörpulegt þorp. Svo var náttúrulega Kúlusúk, það var hins vegar svona meiri kamar fannst mér. Það var svona minn en maður hugði og ekkert mjög spennandi. En það var bara mjög spennandi að koma því að sko Grænlandi bara svo æðislega fallegt land og þar þögnin bara áþreifanleg, hún svo þykk að maður getur náttúrulega pakkað henni í kassa sko. Og svo Grænlendingar bara sjálfur fannst mér skemmtilegir, sérstaklega veiðimannahlutin sko, sem lifa bara alveg á landinu og ef þeir sjá... það algengt að menn lifi bara á landinu selnum og þarna á þessu svæði og hval og öðru svo sérðu þetta allt öðruvísið og kemur þar sem fólkið sko eins og í Núk og þessu stöðum það 20.000 manna bær en þá náttúrulega lífið allt öðruvísið þá það bara eins og hérna þá ertu bara komin í hamborgara og franskar og stóra verslanir með öll flottustu vörumerki og allt það eins og þetta sé allt annað sko þetta ekkert líkt því sem við þekkjum þarna það svona mikill munur á þéttbýli og dreifbýli það eins og svart og hvít þarna sko það ekki á allri austustund Grænlands 4.800 manns og það nú engin smá lengja það á öllu þessum kílómetrum eða mílum eða hvað að kalla þetta það ekkert að fólki þarna en það sem bjargar þessu en það mjög heitlandi þarna hvað með Færeyjahöfn í dag? Færeyingahöfn sunnan við Núk töluvert sunnan við Núk það svona 150 míl sunnan við Núk er það síst á Grænlandi? Já. Nei. Þetta svo nei. Þetta hvað síst í bæri? Það hérna. Nei, hvað hétta? Það Abílatóku síðst, það í Prins Kristjánsundi. Það alveg sem við hvar. En svona síðst í bærin Nortalik með 800 manns. Svo þekktast í bærin Qaqortoq eða Júlíanahóp sem kallað var. Já. Eða danska nafni á honum. Það fallegu bær, mjög fallegu bær. Og sennilega mest danski bærin þarna. Já, í Grænlandi. Sko. En Færeyingahöfn byggðist aftur upp af Færeyingum og Norðmönnum. Á sínum tíma. Já, þeir áttu það. Já, svo náttúrulega komu íslensku togararnir þarna. Já. Mikið. Sóttu salt og... Já. Og var saltað þarna og all þjónusta, það var vélsmið þarna og allt það var... Það voru þarna... eitthvað bílaði og svoleiðis. Það voru 1000 manns þarna, sko. Já. Sjúkrahús og allt. Já. Þetta allt komið í eyði. Þegar ég kem þarna fyrst í Færeyingahöfn, það var bara eins og þetta hafi verið yfirgefið bara... Deginum á undan. Já, deginum á undan, sko. Það var allt þarna og svona gamli bókakladdar og allt skilið eftir. Já. Og vélsmiðan þarna, það voru, ég hirti þarna mitt í heilan kassa af boltum og róm því að þetta var allt í tommumáli og vantaði oft með tommumáli, sko. Já. Þetta var bara nýtt í hillunum. Já. En síðan heldur sé búið að eyðalega geta meira og minna. Svo náttúrulega bryggjurnar og þetta var tré og þetta verið allt grotnað niður og hrunið meira og minna. Já. En það þarna olíubirgðastöð hjá hinum megin í þessum firði. Og hún í gagni? Verið að nota hana? Hún í gagni, já, held ég. Já. Og skip geta farið þarna inn og fengið olíu og svoleiðis? Það fer ekkert að skipum hann inn í svoleiðishækina bara í dreifingu á Grænlandi, sko, þessi olía. Já. Ég held hún sé ekkert. Þetta orðið allt af stærri skipunum, þá þetta bara tekið út í sjó. Já. Það bara dælt í... Á milli. Já. Já. En hvernig spáirðu þessu þarna lífið muni þróast á næstu árum þarna? Það breytist ekki mikið sem betur fer bara. Já. Ég held að sé nú alltaf gaman að eiga einhvern hluta í þessum stíl. Já. Ef það hægt. Já.
þá hérna. En alltaf selur þarna og Já, já. eru það veiða rostung líka? Já, það kemur svolítið svona röstungur en það ekki mikið, það bara svæli, hann norðar. Já, hann ennþá þjóðgarði norðar. mest. Já, Það stór þjóðgarður þarna sko norðan við Skorpiðsund. já, Það allt þjóðgarður og þú mátt ekkert drepa þar nema, þú mátt fiska þarna með krókun. En ég hef verið þar norður frá sko, alveg norður á 77. gráðu. varst að veiða þar? Nei, þar vorum við ég var með vísindamenn, við vorum að setja satellite senda í seli. Þú átt rannsóknarskip gamalt, Já, sem þú notar í rannsóknir, gamlan björgunarsveitabát. Jú, ég hef búin að fara mikið með svona leiðangra. Bæði í hval og seli og svona, og allskins leiðangra líka. Ég tali fugla á allir Austurströnd. Já. Alveg norður úr og suður úr og... En má drepa eitthvað hval? Já, við eigum held ég 13 eða 14 hrefnur. Já. Við megum drepa, svo allir smærri hvalir Á drepin. hvaða svæði það sem þið megi drepa 13? Það á svæðinu okkar, Maxelg-svæðinu. Já, bara bundi við það. Já, það bundi við. Og svo mega aðrir drepa annar staðar. Já, ég veit ekki hvernig hann á vestur, hvað mikið á Vesturströndinni, en hérna, svo þetta bara, þetta tekið svona á svolítið máta sem ekki allir myndu þola kannski. Nei. En, og svo kemur hérna grind og háirningur, hann nú allir drepinu leið ef hann sést. Já. Og höfrungur svolítið, en það ekki drepið Hvað gera menn við háirningin? Þeir éta hann. Þeir bara éta hann Já, sjálfur. það gott geta honum. Já, En svo þessi nákvæmur. já, hvíti. Hann hann ekki hvítur? Nei, það mjaldurinn. Já, mjaldur. Hann hefur komið þarna, jú, en nákvæmurinn svona grár eða rjóttur svona. Já. Það allir vitlausir í húðina honum. Svona spiklag á húðin. Þeir kalla mattak. Ógeðslega vont. Þetta algjört lostæti og hétur þetta hátt. Já. Já, og hérna. Ert þú orðinn vanur að borða þessa afurði? Já, mér finnst þetta svakalega gott. Og hrefnukjöt og... Já, hrefnukjöt nú alltaf gott. Það mjög gott. Og ísbjarnakjöt. Og ísbjarnakjöt? Já. Það lostæti, sko. Það alveg... Já. Það endur allir vitlausir í það. Pröfaðir þú það líður? Já, og þess vegna keypti við Jóakim okkur held ég bara hvað marga kassa kartöfluflögum þegar við fórum þarna með hann möbbitir. Já. Sem var að leyfa því. Svo átan þær auðvitað, þú honum fannst þær miklu betri heldur en þess að selja lifrar og allar þessar kvalið fyrir, sko. Þannig að fóruð í langa ferð, þarna norðuretti? Þetta var alveg 3 vikur, sko. Maður misti nokkuð kíló. Já. Við fengum við nokkuð nákvæmlega þá. Nei, það var svo mikið háaðið þér, það var ekki nokkulega að veiða hann. Hann seinti bara fyrir þjóðgarð. Já, en þeir sko á þessum opnum bátum þarna norður frá 250 mílur norðan við okkur. Þá liggja þær bara á þessum litlu bátum og þeir oft upp í halva mánuð eða 3 vikur. Í túrnum? Já, liggja bara í jölunum eða upp á klöppunum og... Já. Og koma svo bara með bátana fulla yfirleitt af hvalkjöti og selkjöti en þeir flesti konum með svo stóra mótor og fljótir og ferðinni. En þeir oft lokaðir ísnum líka, sko. Já, þeir lendi í því að hann... Já, það stundu sem komast ekki tilbaka fyrir eftir dúk og disk og allt bara matalöst og annað náttúrulega. En það alltaf þetta ná í selkjöt og ég þetta nákvæmlega. Já. En þeir lifa nú mikið á selkjöti svo það nú allt í lagi. Það öllum sem þykir selkjöt gott. Já. Einhver sérstök aðför eða þetta bara soðið eða steikt? Mest soðið. Ég fengi það steikt reyndar en þetta yfirleitt alltaf soðið.
Ég hafði aldrei smakkað sel þegar ég kom að út. Nei, Nei. En selkjöt, þetta er ólega misjátt. Sumt er mjög gott, það er allt í leið. Þessi klappmús sem hann talar hún er ágætt. já. Þetta er blöðruselur held ég. En hafðir þú ekki smekk fyrir því, Lýður? Nei, ég verð nú að segja það. Þá vinnum við frekar íslenska þorramatinn, sko. Já. Já. En hann er líka svona verkaður selurinn, sumt af honum svipa á viðverkum. Hákall, já það er nú ekki eins, þetta er látið úldna bara sem maður segir sko þetta er eins og lúffurnar. Og grafið í jörðu eða... Heifarnir. eða Þetta verður alveg svona eins og skýr, þetta verður svo bleikt og þú getur bara skafið þetta svona og getið þetta úr lófanum. Já. En þetta myndi allir segja að verði alveg baneitrað, þetta er bara úldið. En þetta er einhver sérstök aðferð samt. Já. Djöfisins lætir í þessu drasli. En þú hefur aðlagast þessu öllu og... Já, ég segi nú ekki þennan svona gamlan sel, sko. Ég get nú ekki getið hann, sem líktar, það hefur kannski búin líka inn í stofu þetta í 3 vikur og minni blöndar öll í, það get ég ekki getið. En ég smakkaði, jú. Það var að koma í fréttum í gera hvað 70% Íslendinga væru feitir. Já. Það er pæling að senda á til Grænlands bara, hópferðir. Já, í matarferðir. Í matarferðir til Nú Grænlands. Grænlendingar bara margir helvíti feitir. Já, er það? Ég tók nú ekki mikið til því. Jú. En maður tók eftir að vera engin Þeir éta náttúrulega- engar klukkur. Þeir geta náttúrulega svo mikið spik. Já, þeir hreyfa þessu svo mikið samt. Já, Já, alltaf í því. gera það. Já. Duglegt fólk, sko. Já. Þetta er duglegt og vinnalegt fólk. Það er allt í lagi með það. En þetta er nú, hefur verið fyrir þig að fara þarna út. Og hvað dróði út? Hvað orsakaði að þú tókst þessa ákvörðun að flytja til Grænlands? Þetta náttúrulega var eftir sögun og það var þetta náttúrulega, þá var maður veiði, þetta var svo mikil veiði þarna, tvær lúður og króka, það var ekki hægt. Já, þú hefur nú ekki trúað því alveg. Nei, ég fór nú þarna sem túristi, sko, svo bara leist mér svo vel á þetta þarna. Já, Þetta heillaði mín bara eins og ísinn hefur nú alltaf gert alla tíð, því ég hef alltaf verið svona hrifinn af ísnum. já, maður getur nú ekki sagt það sama. Hann sagði, Galli Auðunsson sagði það, að ég var með, hann var náttúrulega tóraskiptir alltaf og ég var hérna með hann. Hann má bara ekki sjá ísjakan Siggi þó að sé 200 mílur í hann, þá verður hann að keyra á hann. Ég var mikið út í ísnum svona, ég leit. Já, það var náttúrulega gaf oft fisk að vera við röndina, sko. Skilin voru þar Já, og oft undir ísnum. já. Og þeir sem voru harðastir að fara inn í ísinn ef það var hægt að vera þar. Já, ef það var að toga þar. Já, Þeir voru með þarna stellurnar, mann setti þeim þarna frá Akureyri, já, færeísku togar. já, stóru. Þeir voru með svona, þeir gáttu sett blakkinnar niður í rennu. Já, slakað Já, niður. slaka gangum saman. Já, Hann sjálfsagt tætt á þessu öll í dag, ég veit ekkert hvernig það er, en þetta voru einu togarnir þá sem voru með þessa. gátu lagt, Vírana, sko, það var það sem var erfiðast alltaf í ísnum að það var að missa víran upp á jaka. já, og fá bara jakana dróst upp allt. undir vírana, sko. Þá fegstu trollið og allt upp á jaka, kannski. Já, ef þú gast ekki verið búin að skvera þig frá Já, þessu. Það var bara þannig. Já. En það er dálítið sérstakt og þú fer bara þarna fyrst sem túristi Já. og svo... Svo ég hitti, þá var Íslendingur yfir þessu Núka AS Já, sem á allar þessar fabrikur, sko. já, Og ég hitti hann þarna og hann spyr mig hvort... var það Gunnar? Það var Gunnar Bragi Guðmundsson. Já,
og hann spyr mig hvort ég vil ekki koma þarna og fiska fyrir sig upp á Austurströndi, það var svo lítið, að það vera kom svo þar. lítið inn, sko. Já, já. Jú, ég held það nú. En svo hitti ég mann þarna. Og það hefur ekkert verið vandamál að fá veiðileyfi eða rétt til að veiða? Nei, reyndar kom það nú upp, jú, að ég mátti eiginlega ekkert veiða fyrir en að ég væri búinn að vera búsettur eftir 2 ár. Já, já, já. En svo að svo var orðið allskyns bras í því. Já, Lögreglan búinn að hringja í mig og beða mig að hífa upp og taka upp veiðarfærin og ég mátti ekki veiða og Gunnar búinn að hringja í mig og segja mér að fela bátinn undir í. Ég spurði hvort ég ætti að sekja honum eða fara með hann undir í sig, hvernig ég ætti að fela bátinn. Þá voru þeir að koma allir frá Vesturströndinni, heimastjórninni og Gunnar líka. Og þá átti að funda þennan helvítis mann. Ég allt vitlaust þarna. Því að það var líka þannig að allir sem þeir áttu litla báta þarna, svona kæmur. Af í 26 einhverjar svona litla trillur svona svipa og þessi bátur sem ég var með þarna, litla, og þeir voru ríkisstyrktir, borgaðir af ríkinu. Og þeir voru borgaðir eingöngu til þess að þeir áttu að vera í veiðum. Veiða fyrir þetta frystihús, veiða grálúðu. En þeir voru allir horfnir í hval, náttúrulega þeim áttu aldrei sjá hval eða seli einhvern tímann. Þá fóru þeir bara að veiða. Það svo mikil veiðimaður í þeim þannig, sko. Þá voru þeir bara að hugsa að veiða sér til matar. Svo sendum maður þarna til þess að kíkja á þetta, hvernig séu með bátana, þegar það kemur svo lítið upp. Og þá voru þeir allir í burtu nema þessi eini djöfull ólöglegi bátur. Brjálaður Íslendingur. Já, og það ekkert annað, það kallið herdeild þarna sem send á staðinn og fundað og þar á meðal fundað með borgarstjóranum í Tasiilaq, borgmeistarann. Og síðan það að þeir segja að þeir leyfi bara borgmeistaranum að hann fá að taka ákvörðun þetta. Já. Og hann sagði ekkert annað en það að hann gæti nú ekki séð neitt nema allt gott við þetta. Þetta var einn vænsti maður og mætti bara að veiða. Og svo þá var þetta búið, þá var ég komið með leyfi og mátti veiða eins og ég vildi. Já, en það hefur þú hjálpað. Já. Svo þá var þetta og síðan hefur maður bara verið, eins og seinna árin hefur nú meira verið bara að sigla með svona þetta global warning og allan fjandann og telja fugla og allt mögulegt. Í vísindalegu rannsóknum. Já, mikið verið í því, sko. Já. Bæði á hval og sel og fuglum. Mikið verið í hvalnum. Já. Er aukning á hval við Grænland? Það óhemja þessu helvíti. Já. Það bara alveg hrikalegt að þetta skulle ekki vera drepið. Já, það fyllast allir firðirnir í okkur af þessu á vorin. Já. Það það. En hefur trúið því að það bitni á fiski? Það gerir það engin spurning. Þorski og grálúðu? Já, og svo ætinu náttúrulega. Og ætinu frá fiskinum? Það náttúrulega aðalega það. En það engin loðuna þarna núna, eða það? Það kemur alltaf loðuna þarna vorin. Það alveg sér stopp. Það mun stærri loðuna. Já. En það ekkert veitt úr þeim. Þetta nú bara staðbundi þarna á svæðinu. Og það svolítið skrítið á vorin, maður verður eiginlega ekkert var við hana fyrir langt inn í firði. Þar kemur hún fyrst í fjörurnar. Og drefst bara í fjörunum mest. En seinna árin, það eins og þetta hafi farið minkandi. Þó nú ekki ofveiðin úr því. Nei, það engar veiðar stundaður úr þessu nema bara... Það er bara að tekja úr háað upp úr fjörunum í byndu. Já, það bara hvalur sem að veiða þetta. Svo ég hef nú ekki trú á að
við séum með réttu stjórnunina hérna í þessum málum. þorskveiðum Nei, og þessum málum. en hérna Ég held að sé allt í lagi að drepa 400-500 tonna þorski á ári. já, það er, Bara setja það til 10 ára, þá geta þið leikið sér þessi fiskifræðingar og fræðingar og öll ofmenntuð kvikindi, þá geta þið leikið sér við að rannsaka þetta. já, það er töluveri Sér svo starða. eftir, Það er töluveri starðamunur í dag á fiski að meðaltali á Vestfjörðum úr frá þínum heimaslóðum eða það sem er í dag og var fyrir 30 árum síðan. alltaf svart og hvít. Það er bara svart og hvít. Og eins líka hvernig þið drepið úr þessu. Já. Það er ekkert svipað og sóknin var í þessi gamla dag. Nei. Voru alltaf veitt hérna 400-500 tonn og það var mest smáfiskur. Já, hellingur á En honum. það sér maður það eins og að núti, maður sér það alltaf að þorskurinn er oft fullur af þorski, Já, af þorskseiðum. já, hann er bara að éta undan sér. Hefur ekkert annað að éta. Það er bara gallið með þetta. Og Já, 1.000.000 tonna stofn eins og við höldum að sé hérna hjá okkur, Og hann þetta þarf að borða 2% af sér af því eigin þyngd á hverjum degi. Og þetta Þannig að það er ekkert smottir í. En þeir hafa alltaf getað heila þjóðina hérna á þessari helvíti svitlis. Já, Og 223.000 tonn og 200 kíló einhver svoleiðis Það þetta drepa og það er náttúrulega bara, Þú má taka það og enn og verra held ég hafi nú orðið þegar allar þessar helvítis svartir voru kótasettar sko. já, það er bara, Það er algert brjálaði. það er það. Það er það. Það var þó skárra meðan það var bara þorskurinn. Já, þann stuttatíma sem það var, hann nú bara strax eftir 84, þá var komið kvóti á Jú, en þetta náttúrulega karfa og ísu og það er mikið meira verið að stjórna peningum en ekki fiskinu. það er nú það sem maður heldur Já, að þetta séu já. hagsmuna Það er engin gæsla spurning. og peningaöflin og bak við hlutina. Það er nú það sem er. Stóra spurningir er náttúrulega ef við myndum veiða 500.000 tonn. Hver er þetta að veiða? Já, það er bara þeir sem geta. Ég hljóta nú að geta stjórna því hérna. Það er ekki vissu. Það er ekki vissu. Nei, en auðvitað er það hægt, en auðvitað er þetta sameign þjóðarinnar og þjóðin á að eiga jafnan aðgang að auðlindinu. En ég er nú kannski ekki að segja að þurfum við að vera bundi 500.000 tonn en hérna 200.000 tonn þetta. Þó það væri 300.000 tonn til pröfu í 4-5 ár. 350-400.000 sem ég nú segja að þetta er margra ára. Hvernig getur þjóðin átt þetta stráka minni ef þetta sé komið erfðaskrár hjá örfáum fjölskyldum? Já, það er náttúrulega það. En það stendur í fyrstu grein Jú, fiskveiðistjórnarlaganna. en það er allir að rífast þetta í dag. Já, Þetta er að rífa daðilega sem er með þetta sín erfðaskrá með sínu Við bókhaldi. eigum svo mikið að stjórnundum, þeir geta stjórnað því. Ég ætla ekki að vera að stjórna peningamálunum hérna á Íslandi. Ég er ekki viss um að við getum Mér stjórnað er þessu. alveg sama hver á þetta. Herðu, en Lýður, vilt þú eitthvað segja við okkur? Þú tókst þátt í að búa til þessa mynd og kannski lenti í einhverjum ævintýrum í Já, það var sambandi. náttúrulega alltaf gaman þegar vorum í þessum, hérna, 2000 eða 20.000 manna bæ hérna að Maxa leika. Maður fór upp á hæðirna og þá laði maður við hlustir og þá vissi maður hver kallinn var í bænum. Já, hvar Siggi væri. Já. Maður heyrði það alveg leið. Já. Og svo var nú svolítið gaman að því sko að þegar við þurftum að sigla hann inn í óbyggðina, hann hafði svolítið gaman að því þegar við þurftum að fara upp úr bátnum að kannski létta á okkur og svo leið sko. Þá kallaði hann alltaf stráka, hann var að koma ísbjörn, hann hafði búið það gaman að okkur hlaupa að bátnum sko. Hann er stríðinn og þó hann sé kallaður ísmaður þá er alveg eldur í honum sko. Það er algjörlega hlýr sko. Já, hlýr eldsveipur inn í honum sko og hann er ekki eins klaka brynjar eins og hann vill vera að láta. Nei, alls ekki sko. Alls ekki sko. Nei. En Siggi, hvað segir þú? Hvað vilt þú segja við Íslendinga? Þetta er svolítið allt öfugt hjá mér sko. Hann er mest gaman að því að heyra öskrin í mér einhvern veginn í bæ. En ég geti setið fleiri klukkutíma að vetri til sérstaklega, á vetri.
upp á fjöllum og hlusta eftir þögninni. Já, Það finnst mér alveg dýrlegt þegar að stillur eins og voru, þetta bara verða mikið leiðinlegri veður núna. Það Já. mikið meiri umhleypingar en eins og þegar maður var að koma þarna einhvers staðar á snjóskleðu upp út í náttúruna og ekki kannski að tala guðskræna en hérna Guðs hvíta. já, guðskvíta og stoppa sko ekkert vélarhljóð og ekki neitt og svo, þetta glímur svoleiðis í eyrunum á manni. Já, Þögnin og kyrrðin, það er alveg einstakt. Einn fallegasta senan í myndinni er reyndar í svona algeri þögn. Það sem að kallinn er upp á ísjaka að baða sig í smá polli. á ísjakan. Á ísjakan. Það er bara, fer hann úr öllu og baða sig. Og Já. það er rosalega flott séðan við tókum þetta svolítið langt frá þar að við þurfum ekki að horfa mjög nálægt. En það væri alveg eins og segjum svona þykkju þögn. Já, Og var mjög áþreifanlega þögn. Það þurfti nánar sko að taka frá myndavélinu til þess að sjá. Það var svo mikið þögn. já, Og þetta held ég að segja eitt galdur Grænlands. Það er þessi yndislega þögn sem við heyrum aldrei hér sko. þetta er nú margt fólk í heiminum er að sækjast eftir svona andrúmi. Já, það er og margt göngufólk, það verður svo heillað og fólk sem kemur, það er mest svona göngufólk á skíðum og svona sem kemur, útivistarfólk, Já, það verður alveg heillað af þessu. Og ég tala nú ekki þegar firðirnir er allir lagðir og kyrrðin er þá eins og líður þekkin og fjórðu víddina töluður þá voru þeir konir í svona rjómalogn út á miðjum firði já, og kyrrðin svona svakaleg og veðrið fallegt. Þá talaði einn félagann sem þetta væri fjórða víddin. fjórðavíti. Það væri talað 3 víddir, sko, þetta var 4. vídd. Herðu strákar, ég ætla nú að þakka ykkur fyrir spjallið hérna með mér í kvöld. Ég ætla að þakka Laufey Ólafsdóttir fyrir að senda þennan þátt okkar út og svo hvet ég alla áhugamennum sjávarútvegsmál sem og önnur alþjóðamál sem eru til umræðu hér á samstöðinni að standa við bakið á samstöðinu og styrkjana og ég þakka fyrir mig, þakka ykkur fyrir. Já, ég þakka fyrir. Sömuleiðis. Sömuleiðis.